Hefst nú umræðan. Góðir landsmenn, það hvílir mikil ábyrgð á okkur stjórnmálamönnum, þeim sem taka þátt í opinberu umræðu og öðrum sem falið hefur verið að þjóna þjóðinni og fara með vald. Við eigum að hugleiða áður en við stígum fram hvaða áhrif orð okkar og athafnir kunna að hafa. Byggjum við upp traust á stjórnmálunum og okkur sjálfum með framgöngu okkar. Vinnum við í þágu heildarinnar þegar til lengdar er litið. Erum við góðar fyrirmyndir því unga fólki sem velti fyrir sér virkri þátttöku í stjórnmálastarfi. Því verður hver að svara fyrir sig. Fjölmargir eru þeirrar skoðunar að samskiptin hér á Alþingi hafa aldrei verið verri en undanfarin misseri. Umbjóðendur okkar, fólkið í landinu, vill ekki að Alþingi starfi með þessum hætti, enda blasir það við í hverri skoðanakönnunni á fætur annarri að traust á okkur stjórnmálamönnum minnkar í réttu hlutfalli við hávaðann og stóryrðin sem viðgangast í samskiptum okkar á þessum vettvangi. Traust til Alþingis, bæði okkar stjórnarliða og stjórnarandstæðinga, hefur aldrei verið minna. Það verður ekki skýrt einvörðungu með vísan til hrunsins eða nauðsynjar á endurnýjun á Alþingi. Staðreyndin er sú að endurnýjun á Alþingi hefur sjaldan eða aldrei verið meiri en á undanförnum árum. Helmingur núverandi þingmanna settist á þing eftir hrun eða 30 af 63 þingmönnum. Við skulum ekki falla í þá gryfju að leita einstakra sökudólga. Í ljós kom að sú stefna sem fylgt hafði verið og sú mikla og hraða uppbygging sem hér átti sér stað reyndist á sandi byggð. Staðreyndin er sú að þrátt fyrir síendurtekna ómálefnalega gagnrýni forsvarsmanna samtaka atvinnulífsins, enda er störfum tekið að fjölga á ný. Það vekur því athygli að þrátt fyrir mjög rúma lausafjárstöðu bankanna er það lítil sem engin útlánaaukning til fjárfestinga. Á sama tíma birtast ótrúlega tölur þann ofurhagnað sem bankarnir hafa skilað á undanförnum misserum, meðal annars vegna hárra útlánavaxta. Blasir ekki við að bankarnir þurfi að lækka vexti sína enn frekar? Það segir sig sjálft að það verður ekki þolað að þessi mikli hagnaður verði nýttur til þess eins að greiða hluthöfunum arð þegar bólan sprakk, snarlækkaði eignaverð og margar eignir urðu verðlausar á sama tíma og skuldir snarhækkuðu. Góðir landsmenn, mikill skulda og ríkisfjármálavandi herjar nú á mörg Evrópuríki, Bandaríkin og Japan. Með markvissum aðgerðum hefur Ísland þegar tekist á við skulda og ríkisfjármálavanda sinn. Þótt opinberar skuldir séu enn allt of háar hér á landi má benda á að 17 ríki OECD eru með þyngri byrði hreinna skulda af landsframleiðslu en við. Að þessu leyti stöndum við vel að vígi gegn þeirri vá sem alþjóða efnahagskreppan gæti orðið og betur en margar aðrar þjóðir. Góðir Íslendingar, í stjórnarskránni eru ákvarðanir stjórnarathöfnir sem forseti Íslands er í orði kveðnu falið að sinna, lagðar í hendur ráðherra sem jafnframt bera ábyrgð á þeim. Það er óumdeilt að forsetinn hefur frelsi til að tjá sig opinberlega. Mikilvægt er þó að forseti lýðveldisins virði í orði og verki þá stefnu og stjórnarframkvæmd sem réttkjörin stjórnvöld móta á hverjum tíma í samræmi við stjórnarskrá og lög frá Alþingi. Það verður ekki ráðið af stjórnskipan landsins að gert sé ráð fyrir því að forseti lýðveldisins tali fyrir öðrum áherslum í pólitískum álitamálum en þeim sem stjórnvöld hafa mótað. Forseti Íslands er kjörinn af allri þjóðinni og sem slíkur er hann sameiningartákn hennar. Forseti Íslands þarf að vera hafinn yfir dægurþras stjórnmálanna. Góðir landsmenn, það hvílir mikil ábyrgð á okkur stjórnmálamönnum, þeim sem taka þátt í opinberu umræðu og öðrum sem falið hefur verið að þjóna þjóðinni og fara með vald. Við eigum að hugleiða áður en við stígum fram hvaða áhrif orð okkar og athafnir kunna að hafa. Byggjum við upp traust á stjórnmálunum og okkur sjálfum með framgöngu okkar.